10.000 manns lögðu leið sína á safnahelgi á Suðurnesjum þetta árið, en aldrei áður hafa eins margir sótt Suðurnesin heim í tengslum við þessa hátíð sem haldin var í 11. sinn. Met voru slegin á nánast öllum söfnum sem tóku þátt og ljóst að Suðurnesjamenn og nærsveitunga þyrstir í menningu. Auk safnahelgar þá var menningarviku Grindavíkurbæjar ýtt úr vör þessa helgi. Sólborg Guðbrandsdóttir hitti 2 safnara sem sýndu penna og viski í Vogum. Af hverju byrjar að safna pennum? Máli var að ég átti orðið svo mikið af pennum og ég var að taka til heimi hjá mér fyrir svona 35 ára síðan og ætlaði að fara að henda þeim. Þá sagði maðurinn við mig, býttu, af hverju ferðu bara ekki að safna þessu? Svo þannig byrjaði það. Síðan hef ég verið bara að safna. Þetta safn sem ég hérna, þetta bara 1/10 sem ég á. Ég held ég ætti cirka 1000 stykki en það sá ekki högg á vatni, ég var búin að setja þetta í möppuna, 4 möppur. Ég á náttúrulega sæmilegt pennasafn sem er einhvers virði, en svona þetta eru plastpennar bara sem liggja á öllum borðum alls staðar. En svo á ég verulega flotta penna og ég var ekkert að fara með þá hingað sko. Og hvar ertu að nálgast alltaf þessa penna? Bara hingað og þangað. Það ef ég sé merktan penna á borðu, þá spyr ég ekki þetta, má ég eiga hann? Hvaðan byrjaði þessi svona söfnaráratu hjá þér? Af hverju byrjaði að safna viski? Ég hef nú bara alltaf verið safnari frá því að ég var krakki. Ég byrjaði náttúrulega ekki í viskinu sem krakki, en alltaf verið forfallið safnari og safnað öllu mögulegu. En viskið var eiginlega bara svona óvart. Ég fer mikið erlendis og ég eins og flestir aðri Íslendingar þegar ég fer erlendis og tekið tollið minn þegar ég kem tilbaka. Og þar sem ég drekk ekki mikið þá byrjaði þetta bara að safnast og þá var ekki eftir snúið svona þegar ég fór að átta mig á því að þetta var að verða safn. Af hverju viskið er samt frekar en eitthvað annað? Ég hef alltaf verið mikill viskimaður og finnst þú gott að smakka viski, gott viski og þannig að það er svona það sem ég tók svona þegar ég kom inn í landið. Hvað áttu orðið mikið af þessu heldurðu? Þetta er 140 flöskur sem ég á. Og þetta er þá mikil svirði eða hvað? Já, það er nú orðið slatta pening í þessu líka sko. Þetta er svona ellilífurinn kannski bara.